Hannes, Víðsbyggavikan brátt að enda komin. Hvernig tilfinningin svona fyrir þessari síðustu viku hérna í Smárunum? Bara mjög góð. Það búið að vera óbúslega gaman náttúrulega hérna, sem maður segir, dagur 6 af 6 og bara búið að vera gleði og hamingja og bara fullt af skemmtilegum leikjum og góð mæting, gott áhorf og þetta er í rauninni bara, eins og ég sagði áðan, bara eintóm hamingja. Og náttúrulega, þú veist, hafi verið hérna áður með þessa bikarviku og hafi verið í Laugardalshöllinni líka og svo ef við förum ennþá lengra aftur í tíma þá er hægt að finna einhverja bikarleiki sem voru leiknir í garðinum og hingað þangað eitthvað. Hver ástæðan fyrir þið kjósið að vera hér í Smárunum í þessa viku? Það er rauninni þannig að við myndum náttúrulega, Laugardalshöllin er sá staður sem við myndum vilja vera með þetta á. En það er nú þannig að íþróttafélögin í Laugardalnum og í hverfinu í kringu Laugardalinn, Ármann og svo Þróttur líka, að Laugardalshöllin er rauninni þeirra íþróttahús einnig. Þannig að IBR, Íþróttabandalag Reykjavíkur, tók það ákvörðun fyrir 2 árum síðan að þessa bikarvikur hjá bæði körfuboltanum og handboltanum í því formi sem við erum að gera það núna með svona þessum mörgum dögum væri bara ekki boðið að fá Laugardalshöllina fyrir okkur. Við gætum verið með landsleikiðar en bikarvikur eins og þessa gætum við ekki verið með. Við gætum kannski farið með 1 til 2 daga, gætum verið með undanúrslit kannski á einum degi og svo strax aftur á úrslit á laugardegi, max 2 dagar sem við gætum kannski fengið og það er ástæðan. Þannig að þá þurftum við náttúrulega bara að fara að skoða möguleikarna hvað við gerum og við náttúrulega vorum í þessu saman, bæði við og HSI. Þannig að þá var bara tekið það ákvörðun hjá okkur að vera hér í Smáranum og vorum hér í fyrsta sinni í fyrra. Og það tókst eftir þessa ákvörðun í Laugardalshöllinni og það tókst bara svona óbúslega vel og við erum hér áfram núna. Og núna í rauninni, ég ger ekki ráð fyrir því að við fáum að vera í Laugardalshöllina ári. Þannig að við tökum þá umræði alltaf og erum bara í þeim umræðum en ég ger ekki ráð fyrir því. Og það er gott að vera inn í Smáranum. Það er mikið af fólki sem náttúrulega kemur á framkvæmdinni þá aðalega frá Breiðablik þá og aðrir sjálfboðaliðar líka koma og ritaraborð og annað frá öðrum félögum. Þannig að það er bara búið að vera mjög gott að vera hérna. Það er gott andrúmsloft og gerir ýmislegt sem hægt er að gera sem kannski erfiðara í höllinni. Til dæmis gátu liðin hér í meistaraflokkunum, gátu þau verið með æfingar fyrir helgina sem var ekki möguleiki í Laugardalshöllinni og svona ýmislegt annað. Þannig að bara eins og almennt í lífinu þá hefur þetta sína kosti og galla almennt hvernig hlutirnir eru og í þessu tilfelli þá gerum við bara vel úr því að vera hér í Smáranum og bara miklar þakkir til Blika og starfsfólksins alls hér í Smáranum fyrir allt sem er verið að gera. Eins og segir, Blikarnir og KKÍ og fleiri væntanlega hafa myndað rosalega flotta umgjörð hérna í kringum öll liðina þessa vikuna. Rosalega stemming á bikar bæði undanúrslitum, meistaraflokkum kalla og kvenna og svo uppselt á leikina í gær. Hljótið að vera bara hoppandi ánægði með þetta. Auðvitað erum við það og það sem er líka gaman að eins og Vís sem er náttúrulega samstarfsaðilar okkar að bikarkeppninni og búin að vera undanfarin ár að þau eru náttúrulega eiga líka mikið hrós skilið fyrir þetta allt sem þau eru að gera og leggja í þetta þannig að þetta er eins og í öllu, það eru margir sem koma að gera svona viðburð en það er bara alveg rétt hjá, við erum óbúslega ánægð, ég veit að þau hjá Vís eru ánægð og ég erum óbúslega stolt og ánægð með alla framkvæmd, alla áhorfendur, það er búið að ganga vel þannig að bara allir sem koma að þessu eiga hrós skilið, félögin sem koma leikmenn, þjálfarar, dómarar, allir starfsmennir hér og allir í kringum þetta. Þetta er ekki hægt að gera þetta svona nema með öllu þessu öfluga fólki sem er að koma að þessu og fyrir það erum við náttúrulega afar þakklátt og bara núna er bara margar vikur og nokkrir mánuðir framundan að skemmtilegum körfubolta líka. Landsleikir framundan, svo úrslitakeppni og allt þetta. Þannig að þetta er alltaf með bikarvikunni að þá fer allt í gang aftur. Kærar þakkir Hannes og takk fyrir. Takk.